á línuna komin Edda Sif Pálsdóttir sem í fullum undirbúningi fyrir skemmtilegum leik sem næstu helgi. Komdu sæl og blessuð. Hæ. Hvernig hefur það? Ég hef bara ljómandi gott, þú? Bara ljómandi góður. Ég eiginlega orðinn svolítið spenntur að fara að taka með Reykjavík fyrir næstu helgi. Það ekki? Jú. Á sunnudaginn? Jú, allan að Kópavogi heldur. Já, allan að svona miða við hvað á dagskránni hjá ykkur. Já, það er svona styrktarleikur fyrir hann Abel, markmanninn okkar í BVF. Og hvað sem að mætast svona úrvals eigalið og úrvals Pepsi-deildalið. Og sem að Heimir Hallgríms og Bjarni Jó, Maggi Gylfa og Ásmundur Arnarsson eru með sitt hvort liðið. Þannig að þetta er góður hópur. Er þetta þá sér valið á þeim þjálfurum eða er þetta sjálft IBVF meistaraflokkurinn í dag eða hvernig er? Nei, þetta verða sem sagt svona menn sem að voru í IBVF og spiluðu með Abel og eru kannski farin í önnur lið og einhverju sem eru ennþá í IBVF. Þannig að þetta er svona bland eigalið. Já, og kemur þá hinn ýmsi aldurshópur þarna inn í þetta? Já, ætti að gera það sko, annars er ég nú verið að vikinn það, ekki með leikmannalistanni hérna fyrir frá mig. Þeir eru ennþá liggja yfir þessi sjálfvararnir, þetta er náttúrulega grafarvalið mál. Já, enda er það ekki svolítið hernaða lindamál hvernig liðnum er skipað upp? Jú, það má ekki gefa upp. En þessi leikur fer fram á sunnudaginn? Já, klukkan 12:30 í Kórnum. En fyrir þá sem komast ekki, geta þeir styrkt þetta málefni? Já, heldur betur. Það eru svo 3 símanúmer sem er í gangi og er hægt að þau eru komin allstaðar á netið. Þetta finna á Twitter hjá mér til dæmis. Já. Svo eru reikningsnúmer líka. Og svo verður leikurinn sýndur í beinni útsendingu á Sport TV. Já. Þannig að þeir sem að komast ekki en vilja vera með, þá geta þeir hort og hringt. Þannig að það er fínt fyrir þá sem að, eru kannski að vinna þennan daginn að taka sér góða kaffipásu í 2 tíma? Já. Það er ekki eins og að vera svo löng af því að leikurinn er 2,5 tími. Það eru bara lauflétt. Þannig að þetta er að geta fylgst með. Þannig að við ættum að geta séð kannski gamla stjörnur og IBVF sem hafa ekki sést að vellinu aldrei tíma skora mörk. Já, vel, vonandi. En ef maður svona spyr þig persónulega að þú hlýtur að það ekki hafa áttir einhvern uppáhaldsleikmenn fyrr og síðar í IBVF því að þú væntanlega haldið með eigamönnum alla tíðið, eða ekki? Jú, sko þetta er náttúrulega erfið spurning. En það mikið af stjörnum búin að vera þarna? Já, sko Ásgeir Sigurvins er náttúrulega svona okkar stjarna. Þannig að maður svona verður eiginlega að nefna hann. En svo eru náttúrulega fleiri, Sigurvin Ólafsson, Frendans og Tómas Ingi var nú alltaf miklu uppáldið að mér. Já. Þannig að það eru margir góðir verið hann í gegnum tíðina. Og áttu eitthvað svona óskar leikmann sem þú vilt sjá þarna inn á vellinum? Á sunnudaginn? Já. Ég ætlaði að segja ekki bara Tómas Ingi. Já. Og svo verður reynum að manna allar stöður með eigamönnum, Tryggvi Guðmundsson, hann þarf að lýsa leiknum. Þannig að það er gott fólk hana. Já, þannig að hann kemur ekki hérna og skorar eitthvað mörk heldur lýsir. Já, hann gæti kannski tekið sérkvæðan hálfleikinn, segir það ekki. Já, nákvæmlega. Lýst öðrum og spila þinn. En hefur eitthvað séð núna til eigalýsis núna fyrir sumarið? Já, heldur betur og okkur líður mun betur enn vanalega á þessum tíma. Það verðist alltaf að vera bara ansi gott í sumar. Já, vonandi, 7-13. Það er strax komin allan að 1 titill. Fyrsti titillinu komin. Já, en maður heyri það svona eigafólkinu, það verðist vera svona léttari bragur yfir þeim núna þessa dagana. Já, algjörlega, mjög svona góður andi og góð stemming og þeir héldu svona pepp kvöld, skemmtikvöld. Síðasta föstudag, það gekk ljómandi vel og margir mætti og verðist vera svona allt annað bragur á þessu. Og það er gaman að fylgjast með því, það eru svo margir ungi leikmenn hérna efnileg sem eru að koma upp hérna sem eru búin að vera í æfingarleikjum sem eru bara, eru ekkert að gefa þeim eldri eftir. Nei. Jón Ingvarsson og fleiri góður. Þannig að það er, ég held að sé bara til bjartsinni, ég hef oft haldið það og ekki reynst vera. En ég held að við séum á góðri leið núna. Já, en
já, þú hefur væntanlega ekki haft neitt annað lið í huga en IBVF þegar þú ólst upp, það kom ekkert annað til greina? Sko, jú, ég náttúrulega hélt með, erunni uppalinn í Garðabænum, þannig að Stjarnan var alltaf svona aukaliðið mitt og ég æfði með Stjörnunni og svoleiðis. En það var náttúrulega mikið í gangi í fótboltanum í Garðabænum á þeim tíma. Nei. Má voru mikið einn bara í brekkunni eitthvað, í Stjörnugallanum. En þeir náttúrulega komnir á allt annar stað núna. Þannig að ég á svona aukalið. Já, sem þú... Kallaðist þegar þeir eru Íslandsmeistarar og svona. Sem hún að fylgjast með þarna í bænum. Já, nákvæmlega. Edda Sif, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það er náttúrulega bara opið öllum að mæta á leikinn í Kórnum. Algjörlega, það er allir velkomnir og svo er bara svona frjáls framlög system á þessu, þannig að fólk bara ræður alveg hvernig þið hefur þetta. Þetta er búið að koma mörgum óvart hvað Eyjamenn eru öflugir svona að styðja sína menn. Nú, hefur það komið óvart? Það er komið mörgum óvart, þau botna ekkert í þessu og svo alveg ótrúlegir. Já, þeir standa með sínum mönnum, það er alltaf þannig. Já. Og það er bara eins og í þessu tiltekna máli og þessum veikindum, það var alveg ótrúlegt hvað alls konar fyrirtæki og fólk hefur bara lagt þessu lið. Og önnur félög? Já, við talum ekki um það. Allir sektarsjóðnir og ekkert bara fótboltalið, handboltalið líka og lið í fyrstu deildinni og það er mjög svona gott að sjá og fallegt hvað þessi hópur sendur saman. Og já, náttúrulega Eyjamenn, þetta er ekkert annað en íþróttamenn sem búa þar. Það er bara íþróttamenn. Já, nákvæmlega. Bestu þakkir og gangið vel og hvetjum alla til þess að mæta þarna á sunnudaginn. Við gerum það, takk fyrir mig. Bye. Já, endum þetta sjálfsögðu komandi fagnandi með Ívar Bjarklind. En við heldum að fram í boltaíþróttunum en næst á dagskrá er körfuboltaspjall en svo ætlum við að heyra einmitt í Man City aðdáðunum Gunnleifi Gunnleifssyni hér upp á 10 en þeir unnu titil náttúrulega í gær.